Góða kvöldið, kæra fólk. Ég heiti Aron Óskarsson, ég ætla að vera með ykkur hérna á þessum frábæra fimmtudegi til í svona cirka bara 10 í kvöld, eitthvað svona leys. Velkomin í fjórðu umferð Formúlu 4 deildarinnar á Sandvort. Sandvort. Ég veit ekki hvernig maður segir þetta, en allan á Sandvort. Það þurfum við að segja. Sem að innan skams að fara að byrja tímatakan rétt áður en það gerist, þá ætlum við að fara yfir yndislegu styrktaraðila deildarinnar. Til dæmis, eða þar á meðal, eða, ekki endilega í þessari röð en þessir gæjar, málningavörur. Þar sem fagmenn starfa með margra reynslu í þjónustu við réttinga og sprautaverkstæði allt land. Einnig hjá þeim að finna hágæða bílabón og hreinsivörur frá merkjum eins og Maguire's, Concept og ýmsum fleiri. Ætlar að finna þá í Lágmúla 9 og svo er þetta að heyra þeim í síma 581-4200 eða eins og flestir aðrir gera, skella sér inn á málningavörur.is, skoða því þar og finna símanúmerið þar. Það var Aðalbón. Þeir eru reynilega betri og fremstir í grafínhúðun hér á landi. Þeir eru með margra ára þjónustusögu við stærstu bílaumbúð og bílasölu landsins. Þeir eru með fagleg, hröð og framúrskarandi þjónustu alla daga, allan á síns ring. Eru svaðalegir. Bíllinn á þetta einfallega skilið. Það er að finna á Lynghálsi 10 og það er þetta að heyri þeim í síma 571-6005 eða skella sér hérna heimasíðuna hjá þeim Aðalbón.is. Svo er það bílamarkaðurinn, elsta bílasala á Íslandi, stofnuð 1974, hvorki meira en minna, með 3 hluti í huga: traust, gæði og heimsklassa þjónusta. Það er ekki bara betri staður til að skilja við gamla kakkan eða sækja þér Það er bara ekki til betri staður til að skilja við gamla kakkan eða sækja þér nýjan. Bílamarkaðin er að finna á Smiðjuvegi 44. Það er þetta heyrið með síma 567-1800 eða á heimasíðunni bílamarkaðurinn.is. Fáðu ykkur nýja bíla og næsleg heit. Stór þökk fyrir þessa styrktaraðila. Þeir eru snillingar. Takk fyrir að vera með okkur í þessu og efla íslenskt mótorsport. Þeir eru vonustu til þess að vera að byggja upp einhverja frumkvöðla í íslensku mótorsporti. Byrja í tölvunni og fara svo á Mastert eitthvað annar staðar. Við ætlum að fara aðeins yfir stíginn, gömul og góð stig. Hérna, við erum með þessa stórfallegu töflu hérna fyrir liðin. Það er Aðalbón Racing Team sem að leiðir þessa mótaröð með 149 stig, hvorki meira en minna. En í jarðítuðar er komin með 160. Og það er rétt á eftir þeim. Rupes Bigfoot Racing Team, 105 stig. Þetta munar einu stigi á liðunum þarna. Miklar refsingar sem voru í síðustu keppni. Það voru 5 stiga refsing gefin á Fenrir, 5 stiga refsing gefin á ég man ekki hvað það var. Þannig að einskjótt að ég get flettið sig þar upp. Svo 15 stiga refsing veit ég á hann Henrik Haraldsson fyrir að mæta á ráslínu með allt og mikið bensín. Þannig er það. Ég man ekki hver hinn var. Og ég sé ekki þetta í fljótu bragði þegar ég reyna að fletta þessu upp. Þannig við verðum bara að fljóta með þessu eins og þetta er. Það var allan að gríðlega refsingar sem komu inn í síðustu keppni. Og stig keppenda eru eins og þið sjáu hérna á skjánum. Gunnar Karl Vignisson leiðir þessa keppni. Hann er með í Aðalbón Racing með 91 stig. Stutt á eftir honum er Aron Birgir Valgeirsson að taka sigur hérna í þessari mótaröð og er að renna sér upp, en svo eins og tjattið sagði áðan þá er Þórhallur Jóns sigurvegari sér í dag, svo það er allt sem getur gerst. Patrik Magnússon þetta í 4. sæti með 58 stig, 44 stig situr Arnar Kristjánsson með og Sigurgeir Lúðvíksson báðir með jafnmörg stig. Það sama gildir Fenrir og Hákon Jökulsson sem við sáum að myndi berjast harkalega í síðustu keppni. Þegar Hákon reyndi í stanslist að komast fram úr honum. Fenrir gerði allt til þess að halda hann þannig fyrir aftan. Náði nú ekki að halda því lengi og endaði með að keyra aftan á hann og fekk fyrir það 5 stiga refsingu. Þeir sitja hérna jafnir á stigum núna og komum inn í þessa keppni. Fenrir kemst ekki í þessa keppni, þannig að hann er að fara að skítapa þessari keppni. Það er bara svo einfalt. Maður mætir ekki að fara með engin stig. En hann er að gera góðverk fyrir skátana, hann að það er í góða lagi.
Þóra Gunnlaugur Ásgrímsson með 38 stig, einu stigi frá Hákoni og Fenrir, svo hann að fara að hoppa eitthvað upp stig hér í dag. Stefán Margrétarsson með 30 stig. Alex Jóhannsson með 30 stig líka. Það sé jafnt hérna mörgum. Alexander Hauksson með 28, Bjarni Sigursson með 23, Hinrik Haraldsson með 22. Það lítið sem aðskilur þessa gæja hérna. Það 1 stig á milli Snorra Kjartan og Bjarni Sigursson. Þeir eru 2 Bjarnar Sigurssonar. Við þurfum að breyta öðrum yfir í Bjarnar Jarl, en Rust Easy Bjarni, hann er Bjarni Jarl. Og svo sem í skuggi hann Karl Bjarni, fyrir ykkur sem skiljið. Það eru Turbagöldur minn, Pétur Ítli, Viktor S. Þórðarsson hérna í Rust Easy, Árni Fannar Þránsson, Sigurjón Helgason. Það eru einhverju fleiri hérna hér. Þið hafa ekki mætt. Þið ekki með einn stig. Fáið þar að leiðandi ekkert umtal. Það gott. Jæja, herra fólk. Fenrir að segja hérna á chatinu. Úps. Þórhallur fekk refsingu, já. Það var Þórhallur sem fekk þessa 5 púnta refsingu líka. Það var hann líka. Allt er þetta komið á hreint. Það er yndislegt að hafa chati hérna. Ég treysti á ykkur þetta með mér. Alltaf þegar ég fer með einhverja rangfærslur og leiðréttið þið mér alveg vissa vang. Hvað er Gunnlaugur búinn að gera á sér? Komið með svart flagg. Hann er sennilega að drukja á mikið af vatni. Við sjáum þannig á myndina, hann alltaf að sötra vatn. Þá er nú spörsmál. Ætlar Ærising að sjálfkrafa velja fyrir okkur eitthvað spennandi stöf til að horfa á. Hinrik Haraldsson með Gunnar Karl fyrir aftan sig. Gunnar Karl bara nýkomin út og að hita dekkin sín. Hér er Hákon. Þessi myndaðal summaði bara ekkert onni. Hér hjá Stefán Freyr Margrétarsson, Tím Rúpes. Sex mínútur eftir þessari tímatöku. Þórhallur Jóns í augnablikinu með besta tíman. Sá eini sem búinn að koma sér í 1:33. Ég veit að Gunnar Karl á meira inni, við sáum það í tímatökunum og við sem vorum að fylgjast með live timing hjá okkur. Þannig sé það. Ég ætti kannski að deila með ykkur live timing hérna inn á chatinu. Svona, þá getið þið kíkt á tímana. Ef ekki langar að fylgjast eitthvað grannt með meira en ég að sína á tímatöflunni, þá getið ég gert að hana. Fenrir komin yfir í rallið með okkur, það er glæsilegt gaman að heyra. Gunnar Karl hér í 3. sæti eins og staðan núna. Sigurgeir Lúðvíksson 34 sekúndum. Þórhallur Jóns að rústa þessari tímatöku eins og staðan núna. Það eru 5 mínútur eftir að sjálfsögðu. En að vera hálfri sekúndu og undan restina af liðinu, það náttúrulega Það er náttúrulega sjaldan sem við séð svona mikið bil á milli manna. Þetta sko bilið í 1. sæti reyndar, verður að viðurkennast. Hákon er þarna rétt á eftir Alexander Hauksson. Hraðir sem komin hérna á Alexander. Alexander bara vel gert. Það er spurning. Það
Gunnar Karl að koma. Já, hann var að klára hring. Bara skítið hann hring. Þórhallur Jóns búinn að keyra flesta hringi. Það er að leiða þessa keppni. Já, þessa tímatöku fyrir ekki. Tím Rúpes. Já, Rúpes liðið, skulum við segja, á góður íslensku. Þórhallur með þessa fjólubláu spegla. Sigurgeir Lúðvíksson á fjólubláum bíl fyrir aftan. Komin 1:34.3. Tímataflan hérna hjá mér í kolrung. Vonatak. Hinrik Haraldsson að koma við línuna. Nærna að rykkja sér upp úr síðasta sætinu. Ekki svo gott. Ekki er það svo gott. En hérna er Gunnar Karl að klára hring. Einmitt ekki uppáhaldsringurinn hans. Kemur hér bara beinustu leiðin í pit. Sjáum við Sigurgeir og Þórhall Jóns. Sigurgeir búinn að hanga hérna í draftur í honum Þórhalli. Þeir breyta nú ekki miklu hér hjá sér. Hendum okkur þannig í listan. Kíkjum Bjarna Sigurðsson. Þetta er Bjarni Jarl. Hann er rétt merktur á tímatöflunni en ekki í standings. Ok. Mental note hérna. Það er að laga standingstöfluna. Þannig að hún sækir nöfnin á réttan stað. Með Viktor. Viktor að hoppa upp listan hérna. Nei, þetta var ekki löglegur hringur sem hann fór. Stefán Freyr kom inn í sinn síðasta hring. Hann er langt á eftir sínum besta hring. Hinrik er að bæta sinn hring. Hann nálgast hægt og rólega 11. sætið. Engin æfing hjá þessum dreng. Það er hræðilegt þar sem hann er eini maðurinn sem er að halda uppi heiðri jarðýtnanna í dag. Aron Breki ekki hér mætur til keppni. Því miður. Alltaf gaman að sjá Aron Breki að keppa. Fenrir hérna í chatinu og hann er ánægð með Sigurgeir. Já, þeir eru saman í liði. Af hverju er ekkert logo hjá ykkur? Og Arnar Kristjánsson. Það er logo hjá Arnar, já. Já, það er bara svona dökkt bensmerki á hvolfi. Það er ekkert logo hjá Sigurgeir. Ekki sem við þurfum að finna út úr. Minn kæri Fenrir situr bara hérna á hliðlínu og fylgist með. Þórhallur er ennþá í fyrsta sæti, Sigurgeir Lúðvíksson er ennþá í öðru og Gunnar Karl Vignisson í því þriðja. Tímatakan er að klárast og hérna er snúningur. Stefán Freyr er að snúa sér í nokkra ringi. Sjáðu mölina sem er komin hérna út í kant. Það var nú ágætt ef þetta eru þrifið á milli tímatöku og keppni. Þórhallur flegi ferð og það er nokkuð örugglega að keyra hérna til sigurs. Gunnar Karl hérna komin í vegginn á síðasta ringnum sínum með sitt síðasta tækifæri til þess að rykkja sér upp listan. En hérna sjáum við Alexander Hauksson keyra framhjá. Gunnlaugur Ásgrímsson stelur sætuna af Gunnari Karl. Hvað gerir Alexander Hauksson á síðasta sínum ring? Bætir sig ekki. Og hvað gerir Hákon á sínum síðasta ring? Ekki
Jú, víst, Hákon Jökulsson skellir sér upp í annað sætið á síðasta hringnum. Virkilega vel gert hér. Þórhallur, svo sem ekki búi, já, hann í fyrsta, hann nokkuð öruggur þar. Það eru 2 Bjarnar eftir að klára. Nei, fer ekki upp listan. Þórhallur Jóns setur hraðasta hring í tímatökunni bara svona því hann gata og hann var í gír. Ég ætla að vera sammála Guðmundi á chatinu. Ég held að Þórhallur sé að fara að sigra í dag með þessa útkomu. Vá. Þvílíkur kapakstur. Þú fengið ykkur aðra myndaðil, annað takk. Sjáum Gunnar Karl. Svo myndrætt fyrir okkur, hann þetta ennþá. Og Hinrik, já, hann bara að æfa pittin, en það hefur hann ekki farið inn í pittin hérna ykkur á mánuð. Og þar með líkur tímatökun okkar, kæra fólk. Það svoleiðis, vá, þvílík tímataka, þvílíkur endir. Hákon Jökulsson að negla sér þetta upp alveg í blálokinn. Pjúf. Þórhallur Jóns í fyrsta sæti. Hann tóna myndaðir, kæri vinnur. Skelltu því á mig. Hendu mig mynd, henda á mig mynd. Það Hákon Jökulsson sem situr í öðru sæti. Hálfri sekúndu á eftir Þórhalli. Þórhallur með gríðarlegt forskot hérna í dag. Með tímatökur allavega, það alveg hreina línur. Sigurgeir Lúðvíksson hér í 3. sæti. Hann þá bara rétt á eftir Hákon með 44 stig í mótinu. Gunnlaugur Ásgrímsson sem stakk sér þetta upp í 4. sæti á síðasta hring. 38 stig í mótinu, svo hann væntanlegur til þess að rykkja sér eitthvað upp listan. Óralega góður bílstjóri. Svo Gunnar Karl, það sem leiðir mótið með 91 stig. 700 millisekundum á eftir Þórhalli. Og Alexander Hauksson í 7. sæti hér. Það Stefán Freyr Margrétarsson. Arnar Kristjánsson í 8. sæti. Bjarni Jarl Sigurðsson situr í 9. sæti. Bjarni Sigurðsson sem að keyrir með Gunnlaugi Ásgrímsson. Þeir eru saman liðir í tím Skuggi. Þeim langar að vera með annan nafn. Það ekki hægt að breyta því. Höfum það alveg á hreinu. Ekki hægt að breyta núna. Það verður nýtt nafn næst. Nýtt nafn. Ég veit ekki hvort það sé mikið skárra að þeir langar að vera með, sko. En Juicy Bros, er það betra eða verra? Chat, hvað með þetta að segja? Viktor Þórðarsson situr í 11. sæti og svo það Hinrik minn Haraldsson. Tím Jarðíturnar, eini maðurinn sem að keyrir fyrir Jarðíturnar í dag. Það er hann bara ekki mættur til leiks. Geitin sjálf. Úps. Já, það er enginn í hinu sætunum, þannig að þetta er bara fínt. Glæsilegt. Glimrandi glæsilegt. Herru, það er bara keppni til smástund, kæra fólk, fáum smá auglýsingar og svo hefjum við leik.
Testing. Good to go. Jæja, kæra fólk, nú fara þær að koma sér á ráslínuna. Sigurgeir Lúðvíksson kominn á línuna, mættur til leiks. Jæja, þá er þetta að gera, nú ofhugust að tónlist. Það er með grænt, við erum komin á stað í fjórðu umferð í Formúlu 4-deildinni. Þórhallur Jón Snær fínu starti, Gunnar Karl er frábæru starti og strax komin upp eitt sæti. Sigurgeir Lúðvíksson komin í annað sætið. Hákon sem hóf keppni í öðru sæti, strax búinn að missa eitt sæti og núna með Gunnar Karl algjörlega á hælunum á sér. Og hér aftar niður grittið er lítið að ske sem er mjög spennandi en að við hendum, Þórhallur að taka grófa línu þetta, var hann búinn að vera að gera þetta allan tíman, ég veit það ekki. Halló, já, það heyrist í mér, frábært, það er bara að vera viss. Þórhallur nokkuð öruggur þetta fyrir framan Sigurgeir Lúðvíksson. Hákon Jökulsson smá óöruggur, þarf að berjast fyrir því að halda honum fyrir aftan sig og Gunnar Karl. Bjarni Sigurðsson kominn upp eitt sæti. Arnar Kristjánsson fyrir framan sem ætlar að reyna að stinga sér hérna fram úr. Hér er smá næstu í snerting og Hinrik Haraldsson út í sandin líka. Og Viktor Þórðarsson er hérna að koma og algjörlega að fara að ná Hinrik vantarlega hér. Nei, hann nær honum ekki. Gunnar Karl kom úr 5. sætinu upp í það 4. Eftir fyrsta hring. Sigurgeir Lúðvíksson kominn upp í annað sætið eftir fyrsta hring. Við fylgjumst þetta með keppendum koma út úr þessari fyrstu beygju. Og hérna er Gunnar Karl, gera sér líklegan og soga sig ofan í Hákon.
sjáu Þórhall gerir mistök. Fyrir út í sandinn, Sigurgeir komið samhliðunum. Nú Þórhallur komin í bobban. Brautin orðin drullu skítu þetta. Nú Bjarni Sigurðsson að falla hvernig yfir listan. Sjáu þið, Sigurgeir stingur sér þetta ytri. Þórhallur reynir að loka innri, heldur innri út af fyrir sig. Þeir koma hér út. En næsta beygja til vinstri og Sigurgeir Lúðvíksson kominn. Nei, nei. Jú. Eða hvað? Nei, Þórhallur Jóns grjótharður og upp kemur Hákon Jökulsson tilbúinn til þess að taka annað sæti sitt aftur. Og Sigurgeir Lúðvíksson komin í fyrir að sjáu þig hvað djöflast þetta á körpinu, pulsinu, hvað við viljum kalla þetta. Þvílíkur hamagangur, þetta fari ekki illa með bílana til lengdar. Gunnar Karl, sjáu þið, tekur hann að sína sig. Og Gunnlaugur Ásgrímsson, rally meistarinn sjálfur, mættur það beint aftur til þessa röð. Það grimmt barist fyrsta sætið á fyrstu hringjunum hjá okkur. Stórglæsilegur kappakstur. Ef það ekki farið að renna í ykkur blóði núna, veit ég ekki hvað að ykkur. Sjáu þið sandinn sem komin í það. Og þvaga hérna á topp 5 sætunum. Þvílík fegurð. Hvað gerir Þórhallur hér? Nær að stinga sér. Jöp, Þórhallur kominn fram úr. Nei, fyrirgeðu. Þórhallur kominn fram úr. Hann að halda sætinu sínu, fyrirgeðu. Jés. Það er líka rugli maður. Ég var svo upptekinn með að reyna að finna myndavél að taka. Ok. Back to the game. Það er Gunnar Karl sem að hóf keppni þetta í 5. sæti. Ég situr núna í 4. sæti. Það eru bara grimmir við körpið þarna. Gunnlaugur Ásgrímsson örlítið farin að missa þöguna frá sér. Síðasta hringur hjá honum samt bara ansi góður með við þá, þannig að hann þarf ekki að hræðast neitt þar, bara að halda sér fyrir aftan Gunnar, nýta draftið. Það er Hákon Jökuls í öðru. Þetta er raun orðið eins og þetta var þegar að keppnin hófst eftir tímatökuna. Sem sagt, tímatökan var svona, þá var það Þórhallur Jóns í fyrsta, Hákon Jökuls í öðru og Sigurgeir Lúðvíksson í því 3. Svo Gunnar Karl í 5. sæti og Gunnlaugur var í 4. sæti. En Gunnar Karl búinn að ná að snatsa þetta sætina á honum Gunnlaugi. Og hér fyrir aftan. Nei, ætlum ekkert að skipta. Dróf spennandi hér. Skellum okkur inn í bíl hjá honum Hákon. Svo við Sigurgeir beintur aftan. Grimmir við körpið þetta. Sigurgeir spara bílinn. Nú að Þórhallur bara hætta að horfa í speglana og láta keyra eins og það sé enginandi fyrir aftan. Keyra hennan 33 tíma sinn einu sinni eða tvisvar og rykki sér burt frá röðinni. Eða þá að Hákon hangir í hann og leyfir okkar. Ó, Hákon missir bílinn aðeins og hér fljóta strákarnir fram úr honum. Hákon Jökulsson kominn í 4. sætið. Gunnar Karl snatsar þetta upp 3. sætinu. Sigurgeir nú í því
í öðru sæti og Þórhallur Jóns búinn að stækka bilið sitt upp í heila sekúndu, svo núna reynist Sigurgeir Lúðvíksson erfitt að nýta draftið eða hvað ég að segja, hreina lofti, óhreina lofti sem að kemur aftur úr bílum hjá honum Þórhalli. Þetta er Rally Gulli sem er í 5. eða var í 5. Nei, hann er í 5. Sjáuð Þórhall, hann er laus við pressuna í speglunum. Já, hann er bara að skera þetta eins hratt og neins mikið og hægt er. Hann lætur bílinn bara hafa þetta yfir. Það er Gunnar Karl búinn að merkja sér afturrendan á Sigurgeir. Þetta hljómaði skringilega. Ég veist ég, mitt þetta er bara ekkert Hringur 6 af 42 búnir. Nóg eftir af þessari keppni, það er ýmislegt sem getur gerst. Ég veit að keppendur munu reyna að spara dekki sín örlítið frekar en að endalaust reyna að taka fram úr. Á einhverjum tímum er það bara betra að spara dekkin aðeins og reyna ekki allt sem hægt er. Hvað gerir Gunnar Karl hér? Hann er að sýna sig. Sigurgeir er að finna fyrir honum. Skella sér þarna aðeins út í grasi drengirnir. Virðist ekki vera að fá incidentpunta fyrir þetta. Sjáu þið Sigurgeir laus þarna. Það er hörku barátta hérna 10. sætið fyrir aftan. En þetta er baráttan annað sætið, svo við fylgjumst með því. Gunnar Karl er að reyna allt, hann vill komast fram úr til þess að ná Þórhalli. Sjáu Mulla að hægra megin. Ekki taka of víða línu í gegn hana. Og hér hangir Hákon fyrir aftan og bíður eftir að einhver gerir sömu mistök og hann gerði áðan. Bremsaði örlítið of mikið. Missir afturendan á bílnum út. Þurft að grípa hann og sérna kemur move frá Gunnari. Það er komin utan á Sigurgeir. Sigurgeir er með innri línuna. Gunnar er með hraðari línu hér, nýtir sér plássi sem hann má hafa og hangir hérna utan á og virðist allan á lú. Þeir eru svo nálega snerting eða hvað? Nei! Sigurgeir Lúðvíksson beint í vegginn. Sigurgeir Lúðvíksson beint í vegginn, býtur nú við Gunnlaugur Ásgrímsson. Gulli missir bílinn sinn eitthvað. Gulli missir bílinn sinn hér. Og þegar Gulli er að koma aftur inn á, keyrir í veg fyrir hvern? Guð mig góður, getur ekki sýnt mér splundraðist hann með hann. Alexander Hauksson. Þetta var Alexander Hauksson að koma. Bombar hér inn í hliðin á honum.
Sigurgeir Lúðvíksson hér fær einnig kjötbolluflaggi góða, missir bílinn. Úff, örlítið hann út af, það virðist vera pínlítil snerting þarna. Þú gert eitthvað svona og svona, já, við getum það. Þarna smá koss, örlítið koss. Nóg til að fara út af, missa bílinn. Og kaos í gangi, það er komin út öryggisbíl, kæra fólk. Öryggisbílinn er komin út. Sigurgeir að missa hérna bílinn frá sér. Og hérna þegar Gunnlaugur fer aftur inn á, bombar bílinn í hliðina á honum. Þetta er ástæðan fyrir við horfum á relativ skjáin hjá okkur ef við förum út af. Sjá, ef það eru bílar eða bara hálf sekúnda eða sekúnda í bíl eða tvær, þá býður við róleg. Arnar Kristjánsson missir bílinn sinn, sama stað. Hann sér næsta bíl var að koma. Bara alveg rólegur. Lokar þetta grimt á Bjarna. Sigurgeir er að keyra á 3 dekkjum. Sigurgeir er heldur betur að keyra á 3 dekkjum. Það hefur verið lokaður pitturinn akkurat þegar hann ætlaði að fara inn í hann. Það þarf bara 3. Og Sigurgeir er hérna, keyra á 3 dekkjum. Bíllinn er vissulega mjög illa farinn. Þannig sjáum við bara pedalina hjá honum. En strákarnir í pitinu verða enga stund að vippa þessu í gang. Enga stund. Hvað tekur það? Öryggisbíllinn hann að fremstur. Hér er næglega allir inn í pit. Já. Æja, er þetta ekki bannað? Er þetta ekki að fara of seint inn á pitinn? Þetta hristir örlítið upp í öllu saman fyrir okkur. Bjarni Jarl og Viktor Þórisson, Röst Easy liðið þeir hanga ennþá úti. Þannig að þeir eru núna í fyrsta og öðru sæti. Þórhallur Jón sem er að koma inn út úr pittinum með Gunnar Karl eftir sér. Situr í 3. sæti með Gunnar Karl í 4. Stefán Freyr í 5. sæti. Hákon Jökulsson í 7. Arnar Kristjánsson í 7. sæti. Team Skrans hérna. Ánægði með þetta livery sko. Nú er verið að endurraða keppendum eitthvað, Ærising eitthvað að segja mönnum til. Ærising endurraða segand upp keppendunum eftir niðurstöðun held ég þegar að gulaflaggi kom upp. Nokkuð öruggur það.
Þetta er rólegasti öryggisbíll. Er ekkert að flýta sér. Hann er flottur. Mjög flottur. Það er algjör óþarf að hafa spoiler á honum ef þetta er hraðinn sem hann er að fara. Nú er Þórhallur Jóns með það óþægilega verkefni fyrir höndum að þurfa að fara fram úr Viktori Þórðarsson og Bjarna Jarl með Gunnar Karl á hælunum á sér. Stefán Freyr þar beint fyrir aftan, Hákon Jökuls, Arnar Kristjánsson, Hinrik Haralds, Bjarnar Sigurðsson, Sigurgeir Lúðvíksson í 10. sæti eftir áreksturinn að þaðan. Hvar er Alexander? Hann er hér. Skráður í 11. sæti en Sigurgeir Lúðvíksson er fyrir aftan í 10. sæti. Þetta er áhugavert, listin á væntanlega eftir að breytast. Kannski er þetta bara eins og staðan er núna. Svo fara þær yfir línuna þá lagast þetta allt saman. En þá blikkar ljósin á öryggisbílnum þannig að við erum ekki að fara inn strax. Yrta Marín segir hvað er að frétta greið Alexander? Já, þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að mér langar að segja greið Alexander. Alexander hefur lent í ýmsum leiðindum við okkur. Áfram pabbi Sunnu. Hver er pabbi Sunnu? En áfram pabbi Sunnu, sammála því. Þórhallur er pabbi Sunnu. Já, áfram Þórhallur. Þórhallur er í 3. sæti núna en hann er með örlítið hægari menn fyrir framan sig sem er ekki búin að fara. Já, reyndar Viktor Þórðarsson er búinn að fara í pit. Það er bara Já, það er áhugavert. Viktor Þórðarsson fór mjög snemma í pit. Það kom eitthvað fyrir hjá honum að hann er búinn að keyra 8 hringi. Sjá þetta án stops. Nú eru ljósin farin af öryggisbílnum. Það þýðir að við förum að fara inn. Keppendur byrjar að hita dekkin, verma slikkana. Við erum að fara að hefja kappasturinn aftur eftir smástund. Bjarni Jarl Sigurðsson er leiðast að keppni með Viktor Þórðarsson, liðsfélaga sinn fyrir aftan sig. Og þar fyrir aftan Þórhallur Jóns sem var með langbesta tíman í tímatöku og leiddi alla þessa keppni. Nú er bara spurning hvernig ræðst fram úr næstu ringjum. Það er einungis 11 ringir búnir af 42, kæra fólk. Ég hafa ekki náð að ná mér í kaffibólla og allt saman. Hvílík snilld! Það þá allir keppendur búnir að fara í pit einu sinni nema Bjarni Jarl Sigurðsson sem er fremstur. Þannig að við getum útilokað hann út úr þessari sumu. Hann verður að fara í pit einu sinni, það er skylda. Það er allir að hita dekkin sín. Ætlar Bjarni Jarl bara að bomba núna en í pit? Hvað gerist? Ekki hugmynd. Við ætlum að líma okkur hérna á Þórhall Jóns. Jafnvel bara að við skellum á þyrlu kvikindinu.
zoomum aðeins inn og Gunnar Karl óþreyju fullur þetta fyrir aftan Stefán Freyr Margrétarsson liðsfélagi Þórhalls rétt fyrir aftan Gunnar svo hann getur heldur betur sett pressuna á Gunnar það vantar Patrik hérna liðsfélagi Gunnars og hér eru að nálgast ráslínuna Þeir eru farnir á stað Bjarti Jarl nær frábæri ræsingu og hvað er að gerast hérna fyrir aftan skiptu myndaður oh my god sjáu þið þvöguna Gunnar Karl búinn að stinga sér fram úr Þórhalli og er kominn upp í 3. sætið og sjáu þið Stefán Freyr undir pressinu frá Hákoni og það er árekstur fyrir framann Gunnar Karl fyrir vegginn Þórhallur stingur sér upp í annað sætið hvernig eru sætin já það er Þórhallur að stingur sér upp í annað sætið Hákon Jökulsson þar beint fyrir aftan Stefán Freyr fyrir aftan hann og Gunnar Karl fallinn er í 5. sæti þvílíkt aksjón hér í fyrstu snúningunum Bjarni Jarl Sigurðsson á eftir að fara í pittin Hákon Jökulsson hérna setja pressu á Þórhall er búinn að stinga sér aftur upp í annað sætið og nú er bara spurning hvort þið nái Bjarni Jarl er komin í 4 sekúndur í forskot algjörlega farinn verið blessaður hvað er í gangi spurning hvernig bíllinn hans Gunnar Karls hann virðist ekki hafa skemmst mikið hann er að halda vel í hópinn og virðist ekkert að valda hann einum vandræðum þessi skellur sem hann lendi í þaðan Næ, ég sjá hennan skell einhvers staðar þetta var Gunnar Karl hér, neglir sér inn í pitt hann þarf á viðgerð að halda já, hann er með kjötbolluflagg það er svoleiðis kjötbolluflagg á honum og Viktor sjáum við þetta aftur í endursýningu hér þegar Gunnar Karl kemur í áttina og það er hrikalegur kaos sem myndast hérna Viktor Þórðarsson lætur sig bara hverfa hendi sér inn í pitt Bjarni Sigurðsson með 3 sekúndur forskot eins og staðan núna Gunnar Karl komin inn í pitt og sem að leiðir þessa mótaröð með langt flest stig nú nóg til að halda fyrsta sætinu samt sem áður en þá er Þórhallur Jóns komið með næsta ökumann beint í splitterinn á sér Nei, þetta er diffuser aftan, splitter að framann og hvað gerir Hákon hér? Sýnir sig vel, Þórhallur lokar vel innri tekur vel pláss hérna á leiðinu út það er búið að þrífa brautina hún hefur verið þrifin með öryggisbílnum því líka snildir sem það er já, það er bara að skera
Viktor búinn að hreinsa kjötbolluna sína, Gunnar Karl er búinn að hreinsa kjötbolluna sína. Gunnar Karl er í 9. sæti, Viktor í 11. Heyrðu, það er ekkert búið að hreinsa brautina, hún er ennþá drullu skítu. Við vorum að horfa hann græra að beygja á þaðan. Gunnlaugur í pittinum. Hákon er að sýna sig, Þórhallur er að loka, passar upp á að Hákon geti ekki stungið sér innan á hann og ítt honum út. Þórhallur ansi örugur og flottur í þetta bara í gegn. Gunnar Karl er í sókn og Bjarnar Sigurðssonin fyrir aftan. Hægt og rólega fikar sig nær og nær og nær. Komin í 300 millisekúndur eftir honum. Og það er núna sem við skiptum yfir þegar Gunnar Karl reynir framúraksturinn. Kemur sér þetta fram úr. Þá er það næst á listanum, Hinrik Haraldsson. Og hér er Sigurgeir Lúðvíksson á höttunum eftir Stefáni Freyr. Stefán Freyr er búinn að lenda í ýmsu og vera óheppinn, klúðra í hinn og þessu í síðustu keppnum og núna er hann að standa sig frábærlega, situr hér í 4. sæti. Og ég held með þér, en ég vil líka sjá kappakstur og Sigurgeir Lúðvíksson hérna er að stinga sér utan á, sýna sér virkilega vel. Stefán er að halda innri línu út af fyrir sig og koma þér þetta samhliða út úr fyrstu beginni þegar Sigurgeir Lúðvíksson nær að stinga sér eða hvað. Jújú, nær að hrifsa af honum. Eða hvað, Sigurgeir Stefán Freyr, ok, hann náði ekki hraðanum mitt út. Hann er samt ekki búinn að gefa þetta frá sér ennþá og reynir að fara þetta utan og er pláss skilur hann, já, hann skildi eftir pláss fyrir hann. Nó, ég byrjar að svitna. Sigurgeir missir örlítið framöndan þarna. Stefán næri ekkert að nýta sér það. Þetta virðist vera bara örlítið. Herðu, ég er að missa af einhverjum svaðalegu. Þórhallur Jóns missir bílinn og Hákon Jökulsson vippar sér þetta fram úr, komin upp í 1. sæti þegar Bjarni Sigurðsson einfallega bara hleypur þeim fram úr. Það er ekkert að vera að taka þátt í þessari baráttu. Þeir eru búin að hrifsa mér 4 sekúndur sem ég hafði í forskot. Það er best að vera ekkert að standa í þessu. En hvað gerði Þórhallur? Fylgjumst þetta með Þórhalli. Já, það er svoleiðis. Bjarni gerir mistök og við það fipast Sigurgeir, nei Þórhallur. Bjarni Jarl kemur hérna inn, hann er í 1. sæti, missir afturendan, fipast til þá Þórhallur og út kemur Hákon Jökulsson á fleygiferð. Bjarni Jarl hugsa með sér, ég ætla ekki að valda meiri vandræðum en þetta og hleypir fram úr sér. Gjörðu svo vel drengir, haldið áfram ykkar kappakstri og Hákon Jökulsson flýtur hér upp í 1. sætið. Þórhallur hefur nægan tíma til þess að sækja á Hákon. Þetta er góð kappakstur. Þetta er mjög góð kappakstur, kæra fólk. Bjarni Jarl komir, nei, fyrirgefi. Bjarni Jarl Sigurðsson komin niður í 9. sæti.
Þá er spurning, nær Þórhallur að minnka þetta bil? Nær Þórhallur að trufla Hákon nógu mikið þannig að Sigurgeir náði þeim? Nær Stefán Freyr Margrétarsson að klístra sér inn í baráttuna? Arnar Kristjánsson að fara að hrifsa fyrsta, annað eða þriðja upp úr þurru? Ó, ég ætlaði bara að segja, er Hinrik Haraldsson? En þá var bara komið öryggisbíllinn. Þórhallur Jóns búinn að minnka bilið 100 millisekundur eftir þessa beygju. Gunnar Karl kom upp í 7. sæti að taka fram úr Hinrik. Spurði hvort Hinrik hafi nú bara hleypt honum fram úr, hann er arfa slökum hraða þarna út úr beyjunni og virtist ekki hafa sýnt mikla mótspyrnu þarna. En þá fylgist við með baráttunum 1. sæti, Þórhallur Jóns sem á leiddi alla keppnina. Byrjun á keppninni fyrirgefi, svo var allt í klessu í smá stund, þeir fóru í pit síðan öryggisbíllinn kom út. Og núna smávægileg mistök, setur hann í öðru sæti, en hérna er hann í sókn. Nær hann að gera eitthvað úr þessu. Ó, bremsar örlítið seinna en Hákon, er allt og víður samt með það, en nær hann að taka undir yfir, eða yfir undir myndi þetta heita. Ja, dugar ekki til, en þetta er nóg til þess að djöflast í Hákon. Hann er að ná að pota sér inn í athyglina hjá Hákoni. Hann er að reyna að valda honum einhvers konar vandræði með það að hugsa. Hann er að reyna að fara inn í þessa örlitlu prósentu sem það fer í að fylgjast með einhverjum í baksér í speglinum og hvað hann gæti mögulega gert. Og Hákon veit að Þórhallur er hraðar en hann eftir tímatökurnar. Svo hann þarf að keyra allt sem hann getur til að halda Þórhalli fyrir aftan sig. Og Hákon gerir það listalega. Bilið komið upp í hálfa sekúndu aftur og Hákon orðið nokkuð slakur, eða getur farið að anda aðeins rólegra þangað til að Þórhallur gerir aftur sína árás. Já, pappina Birtu. Nei, pappina Sunnu. Enn og aftur er pappinar Sunnu komin í diffuserinn á Hákoni. Virðist vera hraðari hér innan beinakafla, nýtir sér drafti vel, hengist þessu aftan í Hákon og byrjar að stríða honum. Hákon er í stökustu vandræðum. Pappinar Sunnu er að reyna allt sem hægt er. Helmingurinn af keppninni er búinn og það mér líður eins og ég sé búinn að vera hérna í 3 klukkutíma sko. Þetta er bara búið að vera spennandi allan tíman. Viktor og Gunnlaugur komnir inn í pit.
Já, Gunnlaugur bara inn í pit, hann búinn að vera þar og hann hafa gleymt að kveikja á fast repair. Allavega hér hangir pappina Sunnu Þórhallur Jóns. Hangir í Hákon. Verið hérna að fitla í speglunum hjá honum. Viktor Þórðarsson kom með kjötbolluflagg. Leiðilegt fyrir því að ég hafi tekið eftir því. Nú ætlum við að horfa á það. Nei, heyrðu, það að því að Bjarni Jarl, liðsfélagans, missir bílinn sinn og þá keyrir Viktor. Sorry, strákar, ég sé að hlæja þessu. Ó, nei. Ó, nei, já, þú voru bara að láta þig hverfa, félagi. Þetta er ástæðan fyrir að Viktor er komin inn í pit, hann er sennilega búinn með fastur í perið sitt. Sýtur hann bara slagur og rólegur núna. Bjarni Jarl er í 9. sæti og Alexander Hauksson sem kom út úr pittinum eftir tjón og greinilega grætti ekki neitt og tapaði fullt af tíma og er bara í hakki þarna. Hann er í 10. sæti. Heitri mínútu á eftir. Þau séð einhvers staðar hérna. Þetta er í restartinu. Hvernig náði Alexander sér í 4x í restartinu? Ég er ekki ennþá áttum á því. Nei, ég bara er ekki ennþá áttum á því. Ég fylgist með listanum. Hvernig getur Alexander verið? Ó, já. Ok. Keyrir þetta á framvænginn. Bankar svona skemmtilega í hann. Svo næsta incident hjá Alexander. Það er þeirra. Nei, hann er hérna bara með Gunnar Karl eftir sér. Hann er bara að fara hérna í línuna. Stingur Gunnar Karl sér fram úr. Ég sé þetta aftur. Það er bara ekkert spennandi að gerast í brautinu, þannig að ég ákvað að sýningu þetta. Új, heyrðu, þetta var nú magnað maður. Hvað ryktur í hambursa? Hvað gerði? Nei, og hann byrjar að missa afturhendan örlítið hér. Þegar hann kemur inn í þessa beygju, missir afturhendan hérna og svo er það snapback sem hún nær honum Bjarni Sigurðsson í skugga. Heyrðu, nú skulum við fara að hinga.
Stórhaldlegur Viktor Nóbren er dáinn, segir hann. Hann er bara algjörlega out. Hann er inn í pit með kjötböluflaggið og er bara komin í öndunarvél. Samt gott þú getur skrifað, það er jákvætt. Það erum við með því í anda. Jájá. Já, þú sást þetta sjálfur í þetta skipti. Nei, þetta var einmitt þeirra Bjarni all. Já. Þórhallur Jóns. Og Hákon Jökulsson er hér í baráttunum fyrsta sæti. Helmingurinn, rétt rúmlega helmingurinn af keppninni búinn. Viktor Þórðarsson er úr keppni, Gunnlaugur Ásgrímsson er búinn að skrá sig úr keppni líka. Alexander Hauksson. Skráist já sem heilum hring á eftir en hann er tæknilega séð ekkert hring á eftir það. Jú, hann er mínútu á eftir Bjarna. Hvenær gerðist það? Ég skil ekki. Hér er Þórhallur, pappina Sunnu. Hann er að sýna sig vel í speglanum hjá honum að Hákoni. Hákon Jökulsson sem var vel óheppinn í síðustu keppni hjá okkur. Og endaði í, næst síðasta sæti bara. Og hérna er Þórhallur að gera allu, sýnist mér. Hann er allar með nægan hraða þegar hann kemur hérna út. Hákon lokar innri, tekur innri línuna fyrir sig. Þórhallur bremsar talsvert setna fyrir allt og vítt og missir Hákon lengst fram úr sig fyrir vikið. Það mátti reyna pappina Sunnu, það mátti reyna. Já, Viktor Þyrun, já, það er gott hjá okkur, ég myndi vera sáttur við það líka. Í 2 ringi, 3 ringi, eitthvað svoleiðis, þá voru þið í fyrsta og öðru sæti og fengu fullt af airtime. Þannig að, tökum það ekki frá okkur, það verður ekkert ekki frá okkur, aldrei. Það stendur núna í iRacing Laps LED 2 eða 3, eitthvað svoleiðis. Það verður aldrei tekið. Herðu, Bjarni Sigursson hérna í hörkubaráttu á Hinrik. Sjáuði fyrir hægar inn í beina og hraðar út en Hinrik klókur skratti. Hægir á sér að réttum tíma. Og hvað? Nær Bjarni að stinga sér hér? Nei, ekki svo gott. Hinrik hangir á innri línni, tekur hann út af fyrir sig. Bjarni reynir að hanga í honum en nærði ekki. En hérna, við förum í fyrsta sætið. 5. sætið fyrir ekki við. Við ætlum að fara á 5. sætið þar sem að Gunnar Karl Vignisson er að taka fram úr. Endursýningu hér fáum við af framtekinu hjá Gunnari Karl þegar hann kemur inn á beinakaflan á móti Arnari Kristjánsson og nær að stinga sér upp í 5. sætið. Hinrik Haraldsson kominn aftur fram úr Bjarna. Hörkubaráttu hérna milli þessara tveggja. Hinrik kominn upp 5 sæti í keppninni sjálfri. Bjarni er algjörlega höttunum á eftir honum.
gefur ekkert eftir, stingur sér hér innri, Hinrik skilur þetta eftir galopi fyrir hann og Bjarni kominn fram úr. Og sjáum við smá baráttu hérna. Er að Hákon og Þórhallur í baráttu. Þórhallur stingur sér upp að Hákoni. Bremsar of seint. Og fer of vítt. Við sjáum þeirra Gunnar Karl. Nær endar það, býtum við. Þetta ætlum við að fá Stefán Freyr í beinni. Stefán Freyr í beinni. Tímatablan sagði bara að það væri eitthvað svaðalega spennandi að gerast, þannig ég varð að skipta, það er bara svo einfalt. Gunnar Karl nær að stinga sér fram úr Stefáni. Það er það sem við missum hérna af. Stefán gerir smá mistök og Gunnar Karl það var mikið meiri ferð. Stefán Freyr getur einfallega ekkert gert í þessu. Gunnar Karl kominn upp í 4. sætið. Missir sig út. Þórhallur Jóns sem að stútaði þessari tímatöku var langfremstur. Núna í stökkust og vandræði með að komast fram úr Hákoni Jökuls sem náðu að snigla sér upp í 1. sætið. Og eitthvað Þórhallur sker þetta körp alveg svaðalega mikið. Rétt rúmlega 12 hringir eftir, kæra fólk. Þórhallur kominn í sókn. Þórhallur núna að reyna að læra á Hákon, reyna að finna út hvar hann getur stungið sér fram úr honum. Það hlýtur að vera tækifæri einhvers staðar.
Bættu nú við Arnar Kristjánsson. Já, virðist nú ekki að tapa miklum tíma á því. Sigurgeir Lúðvíksson að fá sér 81 incident. Enginn með mikið af incidentum svo sem. Sigurgeir með 10, Alexander Hauksson með 10 og Viktor S. Þórðarsson kom með 12. Það eru nokkuð öryggir þar allir. 11 hringir eftir að keppninni. Og Þórhallur enn að læra á Hákon, reyna að finna út hvar á að fara fram úr. Nú þegar það er svona lítið eftir að keppninni þá borgar sér í rauninni ekkert að fara fram úr strax. Það borgar sér að læra eins mikið og hægt er á Hákon og nýta svo síðustu hringina til að gera allar árásir sem að hægt er að gera eða hvað gerir hann hérna. Hákon keyrir varnarlínuna gullfallega, passar sig upp á það að gefa Þórhalli ekkert pláss til þess að stinga sér innan á hann. Kæra chat, hvar eru þið stödd? Höldum við með Hákon eða höldum við með Þórhalli? Hvað er að gerast hér? Þórhallur er búinn að stinga sér á innri. Já, ytri fyrir ekki, en innri fyrir næstu beygju. Dugur ekki til. Nóg til þess að stríða huganum á Hákon. Það eru ykkur 10 hringir eftir. 10-15 mínútur eftir, kæra fólk. Hvernig fyrir þetta? Það er hörku barátta hérna fyrsta sæti. Birta Marín segir Hákon. Eitthvað sem segir mér að Sunna segir Þórhallur. Og Húlakas. Húlakallas. Húlakallas? Húlakallas. Hákon farin að sjá það. Það er alveg eins gott að skera þetta körp eins og Þórhallur er að gera. Birta María heldur náttúrulega með sínu liði. Alexander er í liði með Hákoni. Saman í AH Racing. A fyrir Alexander og H fyrir Hákon. Held ég ger allavega ráð fyrir því. Viktor Nóbrinn ætlar að halda með Þórhalli að því hann er með flottari lit á bílnum. Ég samla því, rauður er reis, rautt er reis. Það er klárt mál. Á Þórhallur í hann hér. Nei, ekki svona. Hann stingur sér fram úr. Hákon er kominn fyrir aftan. Þórhallur er kominn fram úr. Hákon missir hér Þórhall fram úr sér. Flotta myndaðlein á armi. Það er Hákon að svara hér. Sjáum þetta í endursýningu. Þórhallur með þetta frábæra run hérna. Hákon ætlar að loka innri, lokar ekki nóg. Þórhallur nær að stinga sér innri og pressar Hákon út. Marg búinn að sína sig. Ég fer ytri, en í þetta skiptið þá fór hann ekki ytri, en hann fór innri og stakk sér innan á Hákon. Þetta hljómar skringilega, en það þarf bara að gera það. Nú er hann kominn fram úr. Og nú er spurning, Hákon ég er rétt fyrir aftan. 300 millisekundur aftan. Það er nægur tími eftir. Nær Hákon að koma sér aftur fram úr. Nær hann að gera allu, nær hann að gera eitthvað spennandi fyrir okkur úr þessu. Eða nær Þórhallur bara að stækka bilið.
Hérna komum við inn á beinakaflan þar sem að Þórhallur náðu stingast sig fram úr áðan. Hákon er ekki með meiri hraða en Þórhallur lokar vel. Hákon hefur ekkert í hann, er ekki með nægan hraða. Þetta er helsti og þægilegasti framúrtökustaðurinn á brautinni. Annað þig. Þórhallur grimmur hann yfir körpið. Ég er búinn að skipta lið, tek það klárlega fram. Ég held með Þórhall áðan, nú held ég með Hákon. Ég held bara með spennunni sko, ég vil bara kappakstur. Svo Hákon, get after it. Þórhallur Jóns búinn að vera þolinmóður. Bíða eftir að Hákon gerir mistök, gerði þau ekki. Svo hann lærði vel á hann. Gerði sama múfið í hverju einustu beygju og fór hann aðeins svo vítt. Og sýndi Hákoni það, ég ætla að reyna þetta hérna, ég ætla að reyna þetta hér. En í þetta skipti þá reyndi hann á innri. Hákon lokaði ekki nógu vel af því hann þóttist þekkja hann. Hákon lipur inn í gegn. Þórhallur farin að finna pressuna. 7 hringir eftir. 6 hringir eftir. Og Hákon með frábært run hérna. Ó nei, Hákon slakar gjöfinu örlítið, missir talsverðan hraða, reynir þetta eins og utan á Þórhall sem hann á að vita er ekki hægt. Þórhallur margsinnis búinn að reyna það á hann en Þórhall sem gaf honum ekki pláss þarna. Hákon að setja pressuna á Þórhall, lokar ytri línuna á Þórhall og Hákon er að snikka sér hér fram úr. Þórhall er á vinstri línuna inn í næstu beygju. Við erum að loka hringjum myndi kæra fólk. Hákon nær hröðu línunni yfir körpið og er samhliðan við innri línuna núna. Þórhallur þarf bara að gefa honum pláss og Hákon Jökulsson kominn aftur upp í fyrsta sæti. Woo! Já, kæra fólk. Íslenskur hermi kappakstur eins og hann gerist bestur. Vel gert hjá Hákon. Virkilega vel gert hjá Hákon. Og þá enn og aftur skipti lið og hoppi yfir í lið með Þórhallur Jóns. Komdu nú fram úr, drengur. Gefðu okkur meiri kappakstur. Þórhallur fer aðeins út í grasið. Tapar litlum tíma á því. Núna á hann ekki sama trixið eftir allavega. Það er alveg skotelt. Hákon veit að ef þú reynir einu sinni enn að stinga þar að innan á þá myndi ég loka á þig. Og þetta er ekki tíminn, þetta er ekki ringurinn. Þórhallur er ekki með nógu góðan hraða hérna út. Hann þarf að hlaða betur í þetta.
Nær frábæri út komu hérna eins og Hákon gerði við hann áðan. En ekki nóg til þess að þrýsta hann út. En hann beint fyrir aftan Hákon. Eins og hann búinn að vera stóran hluta keppninnar og núna ætlar hann að stinga sér inn á vinstri. Hákon með hröðu hægri línuna og með innri línuna inn í þessa beygju. Þórhallur setur alla pressuna á Hákon og Hákon örlítið hægri hér út en Hákon með betri línuna inn. Og Þórhallur gefur þetta eftir en fyrir vikið með örlítið hraðari línu þetta út. Tekur víðu línuna, Hákon lokar vel á innri. Sandor, takk fyrir, þetta geggjaður kappakstur. Nú Þórhallur algjörlega límdur ofan í Hákon. Hvað mun hann? Já, býttu. Hann missir hann frá sér. Inn beinakaflan, hann ekki með hraðan hérna Þórhallur, því miður, en það eru nokkrir hringir eftir, kæra fólk. Nokkrir hringir eftir. Þórhallur faðmar beygjuna hérna stórfenglega, hangir hér í Hákoni og að sogast örlítið næst. Þessi grimmd þetta yfir þessi körp kemur svo óvart. Fjórir hringir eftir. Þórhallur. Sjáu þið Hákon, hann litaði brautina þetta. Dekkin farin að segja til sín. Þeir eru svona 3 sekúndum hægar en þeir voru að fara áðan í tímatökunum. Dekkin eru búin hjá þessum bílum. Spurningin bara, eru þið meira búin hjá Hákon eða eru þið meira búin hjá Þórhalli? Mér sýnist allavega að Þórhallur eigi í stökustu vandræðum með að halda bílnum almennilega á braut. Og hvað þá út úr þessari beygju, og þetta mikilvægasta beygjan fyrir Þórhall núna. Hann þarf hraðan hér út til þess að ná Hákoni hérna inn á beinakaflan. Eða gera eins og þeir gerðu hér áðan að berjast á þessum hérna kafla. Svo nú skulum við fylgjast með og vona að Þórhallur Jóns sína okkur einhvers konar takta. Koma svo. Faðma beygjuna. Sjáu þið, dekkin eru bara, hann að búast við einhverju frá dekkjunum sem dekkin get ekki veitt. Hákon lausan yfir. Virðist tapa smá tíma á Þórhall. Alexander komin inn í pit. Af hverju veit ég ekki. Hann hefur eflaust þurft á því að halda bensínlega séð eitthvað svoleiðis. Þórhallur Jóns með ágætisferð hérna inn á beinakaflan. Nú mögulega fáum við að sjá eitthvað gerast. Þórhallur tekur ytri því að Hákon gefur ekkert pláss á innri línni. Þórhallur á fleygiferð, nær ekki að bremsa seinna en Hákon. Hákon bremsar frábærlega og heldur fyrsta sætinu inn í fyrstu beygju. En Þórhallur er algjörlega ofan í diffusertum á Hákoni núna. Þeir farið í gegnum S-kaflan og hairpinnið og hvað þetta heitir. Beygju 3, 4 og 5.
Við erum komin í hjálminn hjá Þórhalli uppi. Það eru 2 hringir eftir. Þessi hringur og svo næsti. Og Þórhallur er á mígandi ferð þetta á ytri. Nær ekki að koma sér og leysa sig á ytri. En hann er alveg ofan í Hákon. Hákon finnur hann anda í hnakkan á sér. Síðasti hringur hjá Hákon var 1:35.4. Síðasti hringur hjá Þórhalli var 34.9. Hann var hálfri sekúndur hraðar á síðasta hring. Nær hann að gera það aftur næstu 2 hringi. Nær Hákon að bæta sig. Hvað gerist þetta? Þetta er endalaust spennandi. Og þarna fórnar Þórhallur örlitlum hraða í gegnum miðjun á beyginu til þess að ná góðum endarhraða. Hann er búinn að finna þetta út að þetta er leiðin. Og flegi ferð Hákon grimmur lokar hægri. Ég er búinn að læra á því, segir hann. Og Þórhallur nær ekki að koma sér fram úr. Bremsar allt of seint og fer allt of vítt. Og við erum á síðasta hringnum núna. Já, næst síðasta hringnum, fyrirgefiði. Þessi deild er yndisleg, hún er búin að vera sturluð. Eins og superformúlu-deildin okkar var, hún var frábærlega spennandi. En ég get svo svara að formúlu 4-deildin er búin að slá öllu við. Þórhallur, ekki mistök núna. Ég held með þeim sem er í öðru sæti að reyna að komast fram úr fyrsta sæti. En við verðum aðeins að hoppa niður listan. Hérna er Bjarni Jarl að reyna að stíka sig fram úr Hinrik. Það er bara átt um 8. sætið. Ég er bara tilbúinn að hoppa aftur yfir á Þórhall. Bjarni sýnir sig vel. Hinrik passar svo að halda sér þetta vel innra megin. En Sigurðsson með meiri endarhraða þarf að slá af þarna þegar hann er ekki með neitt pláss. Slæðir af þarna líka. Og við erum komin á síðasta hringinn. Þórhallur Jóns er hér að reyna framúrakstur á Hákon inn í fyrstu beygju. Sýnir sig vel. Hákon heldur fyrsta sætinu en Þórhallur grimmur þetta beint fyrir aftan. Við erum á síðasta hringnum, kæra fólk. Hákon sem hóf keppnina í öðru sæti og Þórhallur sem hóf keppnina í fyrsta. Þeir eru búin að berjast stóran hluta keppninar. Þórhallur beið eftir að komast fram úr. Hann hefði átt að bíða örlítið lengur því að Hákon átti nóg eftir að tryggsum fyrir hann og spýtir þetta í hann grjóti. Inn í... Það er svo lítið eftir. Þetta er alveg að verða búið. Þórhallur á fáar beygjur eftir. Hákon þarf að halda sínum dampi, gera engin mistök. Og inn í næst síðustu beygjurnar förum við. Og inn á beinakaflan. Og það er fyrsta sætið sem leggst til að Hákon Jökulsson sem tekur fyrsta sætið í Formúlu 4-deildinni á Sandvort. Virkilega vel gert hjá Hákon. Stórfenglega vel gert. Tekur hérna fagnaðarspól. Þvílíkur kappakstur í 12-15 hringi hérna fyrir okkur á þessum tveimur snillingum. Virkilega vel gert og hendum okkur í dans niður listan og sjáum þegar Arnar Kristjánsson bombar þetta yfir línuna.
Bjarni Sigurðsson með Hinrika á hælunum og Bjarna Sigurðsson fyrir aftan sig. Hann í Bjarna Sigurðsson samloku. Geitin sjálf. En Hákon Jökulsson og Þórhallur Jóns búin að vera algjörlega menn kvöldsins. Hvar Gunnar Karl? Hann var farin í fílu. Hann farin út af grittinu. Elsku Gunnar. Hann ætlaði að sigra þessa keppni. Hvar ertu? Hindur hér. En Sigurgeir Lúðvíksson í 3. sæti og Stefán Freyr Margrétarsson í 5. sætinu. Wow, þvílíkur kappakstur. Skellu upp hérna results. Hú. Niðurstöðurnar komnar á skjáinu fyrir ykkur kæra fólk. Hákon Jökulsson og Þórhallur Jóns 1. og 2. sæti hjá þessum kóngum. Þvílíkur kappakstur hjá þeim. Þetta var geggjað. Sigurgeir Lúðvíksson tekur 3. sæti og Gunnar Karl Vignisson í 4. sæti. Gunnar Karl hóf keppni í 5. svo það er nú ansið gott hjá hann að vera komin upp í 4. Halda því eftir líka klúðri sem gerist á hann á árekstra. Stefán Freyr Margrétarsson hóf keppni í 7. sæti og endar í 5. Arnar Kristjánsson hóf keppni í 8. endar í 7. Bjarni Sigurðsson, hann byrjaði í 10. sæti og tekur 7. Virkilega vel gert hjá okkur öllum. Þá skulum við fá að sjá hérna stíginn hjá keppendum. Við skulum hreinsa þetta allt saman burt. Og gera svona myndu þá stíginn standa í mótinu. Það er Gunnar Karl Vignisson sem að leiðir þetta mót ennþá í 1. sæti með 113 stig. Þórhallur Jóns búinn að sækja vel á hann. Fær hér 30 stig fyrir þessa keppni og er kominn upp í 2. sæti. Ítir Aron Breka niður sem að mætti ekki þessa keppni. Hákon Jökulsson í því 4. hoppar hér upp 4 sæti í mótinu. Virkilega vel gert og frábær kappakstur eftir mikið leiðindi í síðasta kappakstur hjá okkur sem var keyrt á hann og hann snerist og bíllinn í klessu. Virkilega vel gert. Sigurgeir Lúðvíksson einnig að hoppa hérna upp 1 sæti. Arnar Kristjánsson að sparkast þetta niður þegar Sigurgeir hoppar upp. Patrik Magnússon í 7. sæti. Stefán Freyr í 8. Gunnlaugur Ásgrímsson í 9. sæti. Fenrir Ponsi í 10. sætinu og Alexander Hauksson í 11. sæti. Hinrik Haraldsson í 12. sæti. Hoppar hér upp 2 sæti í mótinu. Bjarni Jarl Sigurðsson í 13. sæti. Bjarni Sigurðsson að hoppa upp 2 sæti. Alex Jóhannsson mætir ekki í keppnina í dag, situr því með 15 stig. Kjartan Huldursson, Viktor S. Þórðarsson, Pétur Illu Einarsson, Árni Fannar og svo Sigurjón. Þetta er top 20 í þessari mótaröð hjá okkur. Kæra fólk. Takk fyrir að vera með okkur og fylgjast með. Við sjáum okkur aftur eftir 2 vikur. Er að síðasta umferðin í þessari yndislegu mótaröð fyrir á stað. Takk fyrir kærlega fyrir enn og aftur. Sé ykkur næst. Stórfenglegt. Góða nótt. Bye!